ætlum við að byrja á því að fara yfir spurningar, dæmi spurningar, og hérna úr prófið frá 2007 og hérna vélgæslukerfið, þannig að þetta próf fjallar aðalega vélgæslukerfið. Lýsa því sem gerist á tengimynd 1 eða lýstu því sem gerist á tengimynd 1 þegar að bilunarrofinn, þetta á að vera viðvörunarrofinn rýfur. Og láttu alla íhluti vinstra megin við IC2 koma við sögu. Og við höfum hérna einhverstaðar tengimynd 1. Og það sem að gerist hérna Siggi, já. Aðeins stoppaði, það var svona þegar við vorum að fara yfir upptökuna í seinasta prófi. Já, þetta öðruvísi forrit sem að við vorum til með að sjá húsina. Já, allt. Ok, það var nefnilega, maður var stundum bara alveg bara, hvað hann eiginlega stattur núna? Það bent á. Já, núna á allt að koma fram. Já, ok. Já, ég að nota annað forrit. Og þannig að þegar eigum við að skoða stöðuna í upphafi. Það kannski ágætt að gera það. Ætli þessi teikni hraðar jafnvel. Já, kannski. Þarna væri þá 0. Það bara 0 volt vegna þess að viðvörunarrofinn tengdur en hérna þannig að staðan svona í upphafi 0 hérna 1 hérna háttgildi hér það þýðir það að það engin spennumunur á milli sem sagt base og emitter og transistor einum og þannig að hann lokaður og ljóstíðan náttúrulega slökkt D2 slökkt og hins vegar útgangurinn á IC1B hann með 0 vegna þess að inngangurinn hár og það þýðir það að við fáum straum hérna niður og þannig að T2 leiðandi og D3 lýsir grænljósi lýsir þannig að staðan í upphafi ok hvað gerist svo þegar að viðvörunarrofinn rýfur kemur svona út ok, það sem að gerist þá það að D3 hættir að lýsa og D2 kemur inn en af hverju? Jú, þá breytist þetta þannig að þéttirinn fer að hlaðast upp og verður með háttgildi hérna verður með plus hérna vegna þess að hann hleðst upp í gegnum R1 og R2 díóðan D1 náttúrulega bakspennt þannig að hún kemur ekki til sögu í upphleðslunni þannig að það enda með því að hérna verður háttgildi 1 og útgangurinn verður ekki lengur svona heldur breytist í 0 og það þýðir það að þetta ekki lengur 0 hérna heldur verður 1 og þess vegna slokknar hérna á grænu ljóstíðunni vegna þess að hér fáum við engan spennumun lengur hér 5 volt inn á baseinn og hérna eru líka 5 volt það 0 spennumunur milli base og emitter og þess vegna transistor lokaður T2 og ljóstíðan D3 græna hún slökkt en hins vegar af því að hér 0 inn á base viðnámið R3 að þá fáum við spennumun milli emittersins og base sem að þá 0,7 volt og þá hérna verður transistor leiðandi leiðir hérna straum niður svona og ljóstíðan lýsir D2 og það rauninni bara málið að segja hvað gerist í stórum dráttum þegar að viðvörunarrofinn rýfur þá hleðst C1 í gegnum R2 og R1 hérna og það verður hátt inn á hliðið eingang hliðsins eða báði eingang á hliðsins IC1 útgangur verður lágur
transistor 1 fyrir að leiða og D2 lýsir, en transistor T2 lokast og D3 hættir að lýsa. Lýsir ekki sérst. Sambandi við díóðuna. Hvaða díóðu? D1, já. Að hún svona bakspennt. Já, við uppleiðsluna. Þegar þéttirinn er fullaðir, já, að þá fer hún að leka í gegnum sig bara. Nei, hún gerir það ekki neitt. Sko, þegar þéttirinn er fullaðið þá helst bara hérna nokkurn veginn 5 volta spenna hér. Og það kemur ekkert við sögu díóðan fyrr en að við tengjum aftur viðvörunarroðan. Já, þegar það tengist aftur þá afleðst þéttirinn í gegnum díóðana fram hjá R2 og gerist hratt, þannig að það var engin töf þar. Já, þetta er svoleiðis. Já, það er málið. Svo að það verður seinkun þegar að seinkun á að vera, þannig að við fáum ekki inn alls konar truflanir, heldur við fáum seinkun af því að bilunin komið fram. En þegar að það lagast ástandið, að þá fáum við strax skiptingu, þannig að græna ljósi kemur bara með þetta saman. Ok, næsta spurning í prófinu. Sjá, fara út úr þessu fyrst, svona já. Og það er það, í töflu 1 er sýndar dæmigerðinni með niðurstöður og verkefnum kerfið. Lýstu breytingu í mál og myndum sem þyrfti að gera á tengingu rásarinnar ef að NPN transistor væri notaður til að gefa samband inn á D2 ef að T1 væri ónotaður. Við værum ekki með eins transistor, PNP, heldur við værum bara með hina gerðina, NPN, og við erum að nota mælisniðurstöður úr verkefnu til þess að rökstyðja breytinguna. Það er raunni hvenær við erum með lágt gildi til þess að og á móti hátt gildi til þess að gefa straum inn á beisin á NPN transistornum. Þannig að því að við erum að fá lágt gildi hérna til þess að láta T1 þennan hérna sem er PNP gefa sambandinn á D2 hérna, en þegar höfum það ekki lengur PNP transistor og höfum bara NPN, þá snýst þetta við. Þá hérna skulum við tekna þetta upp, tekna rásina upp. Þá tengjum við bara, færum við D2 hérna upp og skellum við hérna upp í plus og tengjum hana sem sagt hérna svona og setjum síðan þetta viðnám hérna R5 hér bara í framhaldi og svo getum við komið fyrir transistornum einhvers staðar hérna. Þannig förum við inn á kollektorinn hérna og emitterinn er hérna. Emitterinn, hann tengist þá í mínus á NPN. Á móti, þið voru áður með þennan PNP transistor og hann tengist þá með emitterinn upp í plus. Þannig að það er alveg öfug tenging sko. Þannig að hann er að gefa straum frá plus, eða eins og ensku kalla stundum sourcing, þetta höfum við einhvern tíma fjallað, og svo er þessi NPN transistor, það er talað um syncing. Við erum að sökkva neðri endanum álæginu hérna niður í mínus. Ok, en hvernig tengjum við beisin? Við förum með base viðnámi hérna. Hér þurfum við að fara náttúrulega háttgildi. Það þýðir ekkert að fara með hérna inn á, því að hérna þá myndi þetta virka öfugt. Verður við ekki að fara fyrir aftan? Já, það er kannski langbest að fara bara með þetta hingað. Útganginn. Hinum megin. Já, þá myndi hann vera svona feita inn og út ljósið. Það myndi ekki vera eins virkni eins og áður sko snögg. Það myndi já, af því að þéttirinn er að breyta spenninu svona hægt og rólega. Og við fengjum kannski ekki svo alveg afgerandi breytingu sko. Já. Þannig að þetta væri svona réttari breyting á rásinni.
til þess að fá samskonar virkni. Hitt myndi virkna ekki nógu vel. Já, hitt myndi ganga svona í, já, flestum tilfellum. En hvað með díóðan aðeins? það segja það? Já. Áma svona. Já, hún hérna lýsir, ef hún er hérna forspennt, það myndast 2 volt yfir hana þegar við fáum straum hérna í gegn. Og þá lýsir hún, já, og hún verður að fá hérna frá plus og eins og örinn bendir hérna í gegnum sig, og svo höfum við öryggisviðnám þetta hérna sem að R5 færist þá bara hingað. Þetta er 220 ohma viðnámið, við þurfum ekkert að muna það endilega, og base viðnámið er nauðsynlegt til að verja transistorinn og mynda þess að það hæfilega spennu deilingu hérna, þannig að 0,7 volt yfir milli emitter og base á honum, og þannig að hérna yfir viðnámið, þetta væri þá R3, við myndum færa bara hingað og það myndi vera þá 4,3 volt. En síðan væri 0,7 volt náttúrulega milli base og emitter. Já, sem myndi þýða að hann væri þá í 5 voltum. Já, ef við fengjum 5 volt að spennu hérna út, Já. Þegar er hérna bilun, þá er hérna hátt og hérna lágt, sem sagt 1, 0 og 1, 5 volt hér. Já, þá fer straumur þessari leið hérna, já, og opnar transistorinn og hleypir straum hérna niður. Akkurat, þetta er málið. Eigum við þá að halda áfram, þá vitið þið bæði hvernig á að tengja NPN og PNP transistora. Skulum við. Svona, já, og svo er spurt hérna, hvert er hlutverk R5? Hvað fellur há spenna yfir hana þegar að D2 lýsir? Þegar að D2 lýsir, hvað fellur há spenna yfir R5? Sem sagt að svona standardíóður eins og D2, hún fellir yfir sig 2 volt. Við notum að bæði í rafmagntækni 100 náttúrulega. Það er svolítið langt síðan þið voru með, en þetta eru 2 volt sem fellir yfir hana. Yfir ljóstíðana, já. Og þið voru náttúrulega með einhverjar mælingar kannski. Að hérna kemur náttúrulega bara 5 volt. Tæplega. Þannig að restin af spennunni, tæplega 3 volt, hérna, gróft, eru yfir R5. Eitthvað sem fellur við T1 í þessu? Já, það er svona, almennt er svona 0,1 volt. Það er ekki meira. Nei, hann á að gefa náttúrulega eins vel eins og hægt er, sko. Þannig að þetta væri þá í heildina 5,1 volt spennugjafarspenna. En þetta getur verið 2,9 volt, ef við erum mjög nákvæmir. Það er allt í lagi að segja bara 3 volt, cirka 3 volt. Því að það getur verið aðeins lægri spenna yfir ljóstíðana líka. En þetta er svona, ef það er með það bil 10 milliampera straum í gegnum hana, þá fellur það bil 2 volt yfir hana, ljóstíðana, standard. Ok, þá erum við búin að svara þessu. Þá vitið þið hvernig það spenna skiptir sér hérna í þessari rás. Og hérna aðeins lengi að fara út hérna ramminn. Ok, og það næsta hvernig myndi það lýsa sér í virkni rásarinnar viðnámið R2 verið skammhleypt
á tengimynd 1. Já, ef að R2 verður skammhleypt, þetta hérna, að þá náttúrulega væri engin töf, ekki satt. Það væri ekki töf á bílum, sko, ef að R2 væri skammhleypt, það væri bara alveg úr myndinni, sko, þetta viðnám, skiljið. Og það væri alveg sama R1, sko, þetta R2 er 1 mega, R2 er bara 2,2K. Það væri líka með það sama ef að díóð myndi snúa hins veginn. Já, það myndi verða, sko, já, engin töf, og hins vegar þyrftum við að bíða svolítið eftir því að ef að díóð snýri bara aukt og væri í lagi hérna R2, að þá myndum við náttúrulega þurfa að bíða eftir því að grænljósi kemur aftur þegar að bílunum lagist. Þegar bílunum lagast, þá hérna færi aðflessu straumurinn í gegnum R2 ef að díóðan er öfug. En þarna þetta skapar tímastuðun ákveður hversu fljótt grænljósið er að fara út. Já, tímastuðullin er raunni R1 plus R2 sinnum sér. Það heldur seinkun á grænljósinu út. Já, alveg rétt. Þannig að þetta er ekki það grænljósið strax út, það er engin seinkun á því. Já. Það er réttskilið. Já. Hún er svo örlítil, sko, ef að R1 er bara í sambandi að þetta er nánast eiginlega ekki neitt, sko. Til hvers er R1? Jú, það er til þess að mynda spennudeilingu. Þú veist, ef að R1 væri ekki, þá þyrftum við aukarofa til þess að tengja upp í 5 voltinn. Þetta voru svo að fara frekar niður til jarðar. Þegar að viðvörunarofninn myndir rjúfa, og þegar við tengjum viðvörunarofninn þá blæðir bara smá straumur í gegnum R1 til jarðar. En við værum með vír hérna í staðin fyrir R1, Já, það er bara skamlega. já, þá myndum við skamleipa spenningjáðan. Það viljum við ekki. Þess vegna er bara hæfilega stórt viðnám hérna R1, það sé ekki eitthvað 2,2K ef ég man rétt. Og það er bara, það er ekkert svo svakalega mikið orkunótkun í sjálfu sér við það. Og það hefur ekki svo langan tímastuðul fyrir stærðin á C1 sem gat verið 2,2 mikrofarad. Það hefur hins vegar mikil áhrif ef við erum með 1 megaohm í R2. Það er 1 milljón ohm á móti 2,2 kílóohm, það er dálítið mikill munur. Það hefur áhrif. Þannig að R1 er í raun og veru bara til að það var ekki beint niður til jarðar. Já. Gamleifengi til jarðar spennur skjáðanum. Já. Og þá losnum við líka við það að vera með ekstra rofa til þess að tengja R2 og díóðuna upp í plús þegar að bílun kemur inn. Já. Því að við þyrftum að ná sambandi upp í plús einhvern veginn til þess að hlaða tvettin þegar bílun kemur, ef við hefðum ekki að reyna. Ok, já, góð pæling, og þá skulum við halda áfram með spurningarnar og já, B-liður, hvað áhrif hefði það að útgang rásarinnar sé 1 ef að pinni 14 væri ótengdur. Og já, pinni 14 hann er nefnilega á hérna, þið þekkið þetta að hérna hliðin sem eru inn í ísrásinni, þau tengjast sem sagt 14 jörðina ekki? Nei, Jörðina og 14 blútin? já, 7 fer niður í jörð, þannig að inn í þessu hérna, ef ég myndi kannski teikna rásin einhvern veginn svona, já, og svona og svona og svona, og svo er skarðið minni eftir hérna svona, og pinni 14 er þá hérna, og hann tengist nefnilega hérna upp í pluss 5 volt. Og móti honum er pinni. Móti er, já, akkurat. Það Það er pinni 7 og hann fer í mínus.
Já, það er sem sagt, það er númer 1 er hérna þá, 1 og svo farið þess átt hérna, svo skrítið, og svo er faldið áfram hringinn, 8 og svo framvegis og upp í 14. Býtum nú við, er verið að taka mynd af sofandi mönnum? Þetta er ekki fallega gert. Jæja. Heyrðu, þá skulum við hérna halda áfram með það. En já, það þarf alltaf eitthvað efni fyrir skrúfuna, eða ekki? Já, það er alltaf vandamál að finna efni fyrir skrúfuna. Jæja. Þá er hérna næsta atriði, þetta er ekki fyrir prófið. En á F-liður á mynd 1.2 er ljóstengi. Já, við ætlum að nota það til að tengja flautu og hverfljós út frá vélgæfskerfinu. Samkvæmt íhlutalista þarf hérna ljóstengi 2 volt, díóni ljóstengi 2 volt og 10 mA til að virkja fríekkin í ljóstenginu, og við að teikna viðbótina beggja megin við ljóstengið. Ef að hérna pinni 14 væri ótengdur, já, nei, þá væru bara útgangarnir 0 volt. Þá myndi bara rásin vera óvirk. Það er bara rásin óvirk ef pinni 14, já, ef pinni 14 væri ótengdur. Og sama náttúrulega ef að pinni 7 er ekki tengdur, þá væri hann ekki heldur. Já, þá bara virkar rásin ekki, sko, þá væri kannski háttgildi einhvern veginn, einhvers staðar. Það myndi bara gera eitthvað. Já, en alltaf geta gert neitt merkilegt, við myndum kannski ná sambandi einhvern veginn gegnum einhverja transistor upp í plúsin, sko, hugsanlega. Já, og við myndum náttúrulega ekki ná hana í jörð. Nei. Það var sko líka hérna transistornir. Nei, það er mitt. Þeir bara genið svona 7 eða ekki? Jú. Og við skulum þá teikna inn á þetta hér í viðbótina. Það er fyrst hérna 220 ohm mótstaðan, eða bara þið vitið kollektortengingin hérna. Músin er orðin först hérna hjá mér, svona. Og þetta er þá inn á kollektorinn. Þetta er auka transistor sem við þurfum að bæta við hérna, og þetta fyrir í pluss 5 volt. Svona, og hérna er beisinn, og þá förum við hérna inn á það sem stóð í tengimitt 2 viðbót fyrir flautu og hverfljós, og þetta var inngangurinn inn á blikkrásina. Þegar kemur 0 inn á 0 volt spenna inn á blikkrásina, þá fór blikkrásin í gang. Þetta er sami staðurinn. Þetta er, já, það fór hérna inn á norðhliði. Svona, þetta er svona, það með, ok, og þá fer pinni 2, hvert fer pinni 2? Það fer í mínus, bara 0 volt. Ok, þá erum við búin með þessa hlið, og í hérna, þá tengjum við sem sagt inn á flautu og hverfljós, og tengjum í núllið hérna. Fasinn kemur hins vegar í gegnum tríek, og svona, og þá kemur þetta svona, og geitið fyrir inn á fjarkan, og svona,
hérna kemur gateið og þetta er þá L1 tengingin þá fasa. Já, er þetta ekki bara svona? Já, að þegar að við tökum hérna merkið frá rauninni flip-flopnum sem að, eða minnstættinum sem að fær inn á sig púls þegar að kemur bilunamerki og þá verður láttgildi hérna þannig að transistorinn er að leiða og gefur straum inn í gegnum ljósdíóðuna og ljósdíóðan lýsir á ljósnæman flöt á tríagnum og hann leiðir riðstrauminn hérna inn á geitið á stóra tríagnum sem er tengdur við hann, þannig að þetta er bara stýristraumur hérna fyrir geitið og stóri tríagurinn leiðir þá strauminn inn á flautu og hverfiljós. Þetta er álægið. Þannig að, já, það eru þrjú skaut hérna, þriðja skautið geitið, það er bara ljósnæmur flötur hérna. Alveg ekki þetta. Þannig að þegar rásin er óvirk, já, þegar rás inn á L1-um, við talum hægra megin. Já, það hægra megin, já, þá stoppar við tríekkin. Já. Svo færðu ljósmerki inn í honum. Já. Og þá opnar tríekkin þarna við þeirra fyrir. Já, þarna. Þessi opnar og gefur sambandinn á geit og þá kemur flötu og hverfiljós í gang. Þannig að þetta er allt háð því að við séum með straum í gegnum transistorinn gegnum ljósdíóðana hérna sem að lýsir á geitið á litla tríagnum hérna inn í ljóstenginu. En þá ljósið sem að lýsir peruna, það fer í gegnum tríagin. Hvað lýsir peruna upp, þarna, eftir það? Þessa hérna? Nei, hérna. Já. Hann kemur bara upp í gegnum tríagin. Jú. Það fer þess. Já. Það fer þessa leið hérna, straumurinn. Svona bara. Það fer hérna í gegn, svona. Hvað er fyrir kraftinu sem opnar stóðbyrði? Sko, straumurinn sem að fer í það að opna stýristásina, hún kemur bara hérna frá, það er rauninni bara spennufalli yfir þetta hérna, gefur okkur næga orku hérna í gegnum þannig hérna inn á geitið. Já. Það er látið duga í þessari rás. Það er nótilis opna. Já, það hefur gert það sko. Við höfum heyrt í flautunni. Já, það hefur dugað til þess að opna fyrir straumi inn á hann. Hvað er þetta mikil spenna sem að tríagurinn þarf til þess að opna? Það er stundum talað svona eitthvað, þetta er ekki nema nokkur volt kannski. Eða svo. Ef þú myndir tengja þarna peruna, setja hana í með rauðastunni frá L1 úr stóra tríagin? Hérna? Já. Þá myndi þetta ekki virka. Þá væri ég bara með 0 hérna. Já. Enga spennu. Það er alveg spurning hvort ég næði einhverju hérna í gegn þá. Það er mjög ólíklegt. Þýtt ekki, okkur getur penan ekki lofað ef tríagurinn er að hleypa í gegnum sig? Við þurfum bara að prófa að tengja þetta sko. Ég hef fengið öðruvísi tengimyndir sko því að stundum hefur þessi rás ekki virkað og af því að við erum ekki með spennu sko frá fasa í gegnum hérna fallmótstöðu, þannig að hérna við þurfum ákveðið spennufall eða við þurfum hérna einhverja orku einhvers staðar frá til þess að hérna
að senda straum í gegnum þetta, þá værum við ekki með þetta tengt hérna inn á, heldur frá frá einhverjum öðrum spennugjafa sko. Þá væri sérstakur spennugjafi hérna inn á þetta ef að núllið væri tengt beint hérna inn á sko, og álagið væri hér, þurftum við annan spennugjafa inn í þá rás. Já, það getum við kannski einhvern tíma prófað. Þannig að við skulum skoða þá fleiri spurningar. Það eru fleiri ljóstengi sem við þurfum að tengja og svo framvegis. Og hvernig með þessa mynd? Eru þið ekki alveg klárir að henni? Ef að fara einu sinni í gegnum hennar? Já, það geta að gera það einu sinni. En af hverju þetta próf bara 50%? Þetta gildi 25% þetta próf. Það þýðir hérna 1 gildir 40% og 2 aðgjörnum gildir 10. Það er restin. Sitt próf. Já, þetta er 50%. Það er restin próf. Já, það hafa verið einhverja aðra spurningar sem hafa þá verið annað efni úr þessu kerfi, til dæmis brunaviðvörunarkerfinu. Við erum ekki að spyrja það núna. Nú er þetta eru spurningar úr þessum prófum sem að tilheyra bara vélgæslukerfinu, skilur við. Já. Og þá vorum við hérna með það, hvernig við finnum fyrst sem sagt straumi hér í gegn. Við erum með aðgerðamagnara og hann virkar þannig, eins og þið munið, að ef allt er í lagi, að þá er sem sagt spenna á tvistinum hærri heldur en sem að sem sagt tvisturinn er markgildi, eða það er fleiri nöfn á þessu, eins og óskgildi eða kjörgildi eða eitthvað slíkt, eins og talaðum hérna að nota sem sagt nöfn á þetta, þannig að menn átti sig á því hvað er verið að gerast hérna. Þannig að það verður að vera, ef að útgangurinn á að vera lár, þá þarf tvisturinn að vera hærri en þristurinn. En ef að kemur bilun, að þá þarf inngangur 3 að vera að minnstakosti 0,1 volti hærri, og ég yfirleitt að geri hérna kröfu það að reikna þetta við þau skilyrði, að það verði komið í bilun þegar að spennan á þristinum er orðið 0,1 volti hærri heldur en á tvistinum, og þá kemur hár út, sem sagt, þá myndum við segja hérna 5 volt það bil, eða háttgildi, út af útgangi 6 hérna út. Ef að þristurinn er með hærri spennu, komið 0,1 volti hærri en tvisturinn, þá er hár út. Það er nú það sem að gerist þegar það kemur bilun. Og þá skulum við taka tölurnar inn í þetta, að hvernig við reiknum sem sagt spennuna í punkti 2. Það gerum við í rauninni með því að finna fyrst hvað er straumurinn í þessari grein hérna niður. Hvað er straumurinn hérna niður? Og við gerum ekki ráð fyrir neinum straum hérna inn, þannig að við getum bara innbyggt okkur að þessum tveimur viðnámum hérna og segjum að straumurinn I er þá saman sem spennugjafa spennan U deilt með RH í þessari spennudeilingu. Og þá setjum við inn tölurnar inn í þetta og setjum hérna 5 voltinn og leggjum þessi viðnám saman, og þá fáum við 39K, ekki satt. Ok, og út frá þessu fáum við ákveðin straum sem er 0,128 milliampere. Þetta er á sama sem
0,128 milliampere. Svona, ok. Það er straumurinn sem fer hérna niður. Þá getum við margfaldað sinnum þessi 24 kilóohm til þess að finna út spennuna U2. Já, finnum það. U2 er þá saman sem I/R og þá fáum við þá út sinnum 24K 3 volt. Ok. 3 volt. Já. Já, 3,07. Ef að segja 3,1. Já, ok. Já. Bara til þess að hafa þetta einfalt, segjum bara 3 volt. Með að þið mynduð kannski skrifa nákvæmlega sem að kæmi þarna. En til þess að verði bilun, þá verður U2 að fara upp fyrir 0,1 volti upp fyrir U2. Eða sem sagt 3,1 volt þá, skiljið. Já. Þannig að U3 í, sem sagt, þegar við skulum athuga, sko. Hvað er U3 þegar er kalt? U3 núna er, þá gerum við alveg með sömu aðferð hérna til þess að finna strauminn fyrst og margfalda það sinnum 15K og ég fæ strauminn líklega hérna, þetta eru þarna 37 kílóum deilt upp í 5 þegar NTC viðnámið er kalt, bara 22 kílóum, skilur við? Jú, já, ok, það hefur áhrif. Já. Þá segi ég hérna deilt með 37K 5 og ég fæ hérna 0,135 milliampere og Af hverju segirðu 37K? nei, 22 pluss 15 Árni, til þess að finna heildarviðnámið þá leggjum við þetta bara beint saman og deilum upp í 5 volta spennuna. Það verður nánast ekki bara ómi gegnum það. Þannig að við fáum sem sagt straumurinn er þá 0,135 milliampere. Ok, passa það ekki? Jájá. Svo notum við þennan straum til þess að margfalda sinnum 15 kΩ mótstöðan því að þar viljum við fá spennu á U3 þegar þetta er kalt. Ok. Já, sinnum 0,135 sem 10 minus 3 milliampere sinnum 15K og þá fáum við þetta eru 2 volt. U3 þegar þetta er kalt þá eru 2 volt. Staðan er sensi 2 volt. Sko ég hef stundum sett upp töflu þar sem að kemur fram, veit ég ekki hvort mér gengur að búa til þess að töflu hérna on the fly en jú og sem sagt þegar það er kalt annars vegar og svo heitt hins vegar það er spurning hvort þetta virkar þannig að ef við segjum að þetta sé já, þetta er ástandið hérna væri kannski NTC hérna er U2 og hérna er U3 og svo vantar eitt dálk fyrir U6 og sem ætlaði lágt gildi fyrst og síðan kemur hátt gildi. Siggi, Já. ég náði ekki alveg hvernig að fannst það U3. Já, þá segir sem sagt, þú reiknar út R heildar, leggur saman 22 og 15, ok, já, og deilir þessu upp í 5 volta spennuna. Já, 5 deilt með 37, ekki? Já, 5 deilt með 37 kílóum. Já. Já, þá færðu 0,135 milliampere. Og síðan sinnum þann straum sinnum 15 kíló
þá færðu U3 þessa spennu hérna. Ok. Já, allt í lagi. Þetta er 22K. Fyrst, þegar þetta er kalt, já, þá segjum við hérna, ef þetta er kalt, ég nægja að skrifa þetta hérna, já, ok, kalt, það skilst, og á ég að nota ensku hérna, af því að það er svo lítið plás, svo ég á hot. Já, hann og í báðum tilfellum þá er ég með 2, 3 volt, ekki sammála því, það breytist ekki neitt, því að það er ekki tengt við 3 volt, 3 volt, og U3 er þarna 2 volt, þegar er kalt, og setjum við hérna inn, bara svona til þess að hafa þetta alveg fyrir framan okkur. Og svo vantilega 3,1 volt þegar það er heitt. Já, akkurat, þegar það verður heitt, þá ger ég kröfu það að þið reiknið þetta við það að spennan verði 3,1 volt. 0,1 volti hærra heldur en í inngangi 2. Og við vitum ennþá strauminn, þannig að það er ekkert mál að reikna. Já, sko, já, ég meina við þurfum nýjan straum. Þú þurfum nýjan, ok. Já, þegar við heita skilyrðið, þegar við erum komið 3,1 volt hérna, þá er orðið annar straumur. Þá hefur viðnámið breyst í NTC og þá þurfum við náttúrulega verður meiri straumur hérna niður. Þá þurfum við að fá upplýsingar þann straum sem að gefur okkur þessa spennu, 3,1 volt. Og þá segjum við 3,1 volt deilt með 15 kΩ. Þá er það við segjum hérna útreikningar fyrir heitt ástand, sem við skrifum hérna heitt, er að vera vittlust veður hérna. Það er drífa okkur heim. Og þá segjum við hérna að sama sem U3 deilt með hérna 15K, því það tengist þarna, og þá er það 3,1 deilt með 15K. Ok, það gengur betur að skrifa með músinni heldur en þennanum. Ok, og þá höfum við þetta svona. Þá fáum við strauminn 0,206. Allt í lagi. 0,206 nokkuð stykki á því hérna fyrir aftan. Milliampere. Þetta er allt saman milliampere. Þetta er svo stór viðnám hérna. Svona, ok. Þennan straum notum við til þess að finna út viðnámið í NTC, en við þurfum að athuga að því að það eru 3,1 volt hérna og upp í 5 voltin þá þurfum við að leggja við 1,9 volt, þannig að það er mismunurinn. Þannig að þá segjum við R NTC er þá sama sem það er þá 5 mínus 3,1 deilt með 2,066 sinnum 10 í mínus þriðja. Þá fáum við út, þetta er sem sagt, þetta er 1,9
deilt með 0,2066 9 já, þá það 9, já, þetta 9 ég fæ hérna 9,19 kíló, já kílóohm, við þurfum ekki fleiri aukastafi í þetta, þannig að þá setjum við það hérna inn 9,19 K. Það er komið. Nei, hérna já, gefur ekki í þarna gefur hann ekki hérna töfluna nei, jú, og kalt þegar þau endur segir kalt það er, jú, það er í formúlublaðinu já, ok já. Ef að spennan á 3 er minni, já, svona skoða hvernig formúlublaðið lítur út þetta er hitt og það koma svona tengimyndir svona orginal tengimyndir eins og var í verkefninu ykkar og sem sagt íhlutalistin og reglundar fyrir samanburðarmagnara ef að inngangur 3 er stærri en inngangur 2 þá er útgangur hár 5 volt ef að spennan á 2 er hærri heldur en á 3 þessu lágtmerki þá er lágt. 1,8 já, lágtgildi er 1,8 það fer bara ekki mikið neðar bara útgangurinn er ekki sérstaklega góður formúlblað þetta formúlblað kemur á prófinu jú, þetta var eitthvað mjög svipað sko já nei, bara úr þessu já, bara úr velgjaldskerfinu já, og svo skoða bara það er spurningar sem er eftir hérna, við erum búin að fara í þetta skoðum nú þetta hérna lýstuðiskers á tengmið 2 þegar við vorum á rofin rýfur hvernig það tengmið 2 þá gerist það bara að það kemur púls inn á þéttin sefinn hann berst hérna og verður líka púls inn á minnisþáttinn EC31 fáum líka púls hérna hérna, hvað segir við þegar viðvörun á rofin rýfur við erum með viðvörun að rofa niður þarna er það ekki nei, þetta er kvittunin þetta er tengimynd 2 og hvað er við hann er hinni myndinni þegar hann rýfur þá fáum við bara púls frá EC2 unnið já það maður ekki vinda hvernig EC2 virkar nei, það er ekkit þetta er bara spurning um það hvað gerist á þessari mynd þegar að við verðum að rýfur veist þetta er bara afleiðingin það kemur bara púls inn á það kemur púls út af EC2 já, inn á þétt EC5 og við það fáum við líka púls inn á inngang á minnisþættinum þetta er minnisþáttur sem við kvittum fyrir hérna með þessu og við það sko verður útgangurinn á honum hérna inn á blikkarásina 0 skoðum aðeins stöðuna hvernig hún var fyrst hér er fyrst háttgildi af því það er slökkt á díóðunni hún er ekki í gangi þegar það er háttgildi hérna fyrst engin spennumunur á transtónum það er 0 hérna og hér er hár þetta er svona í byrjun svo þegar þessi púls kemur hérna þá breytist þetta úr háum í 0 gildi hérna og við það fer blikkarásin í gang og þá kemur 1 hérna og 0 hérna sem að kveikir þá í augnablikinu á ljóstíðunni hérna D4 hún fer að lýsa og þá hérna
byrjar þéttirinn C4 að hlaðast upp í gegnum R10, þá hleypir T3 í gegnum sig, alveg rétt, þá fáum við straum hérna gegnum þetta og gegnum pinna 7 til jarðar, hérna, svona, og það opnar transistorinn og þessi lýsir í þessu augnabliki, svo fer þéttirinn bara að hlaðast upp og svona framvegis. Akkurat, það bara þetta sem að ég beðið það gerist þetta og þeim með bara segja sem sagt að það útgangur verður lágra á minnstættunum og blikkar á sem fer í gang og það búið, það nóg. Það ekki verið að spyrja það, það alltaf lagi að segja frá því, en bara í framhjáhlaupi, hvað ræður hraðanum á blikkinu? Já, það R10, stærðin á R10 og stærðin á C4. Já, og rýmdin á C4. Já, rýmdin á C4. Hraðanum á blikkljósinu, á blikkinu, sko, já. Það þessi tveir. Sko, R11, hann gefur bara upplýsingar spennuna á þéttinum. Hann hefur engin áhrif á hleðslu eða afhleðslu C4, nema bara veita upplýsingar hérna inn á hliðið. Bara til þess að það geti skipt, já. Þannig að bæði C og B-hliðin þau skipta. Já, akkurat. En heyri, þá skulum við bara klára þetta í gegnum spurninga svo við getum komist af stað á eðlilegum tíma. Sko, hvert var ég komin? Þetta var 2008. C-lið. Já, C-lið. Nei, býtu. Þú ert bara búin með A, þú ert bara B-lið. Ég var búin með þetta hérna. Ég var búin með lið A og þetta sama spurningin með NPN transistorinn. Þannig að við sleppum henni núna. Þannig að þá erum við komin í C-lið. Hvert hlutverk R1 og hvað fellur háspenna í R1 þegar D3 lýsir? Já, D3 grænuljóstíðan og R3, við vorum að svara þessu áðan reyndar. R1 þegar D3 lýsir, að hlutverk R1 rauninni að gefa okkur spennudeilingu fyrir uppleðslu á þéttinum annars vegar í gegnum R2 eða gefa okkur samband þá fyrir viðvörunarofan niður í mínus. R1 hann skaffar spennu deilingu með R2 í uppleðslu á þéttinum og hann kemur við veg fyrir að verði skamhlaup þegar tengjum aftur viðvörunarofan, eða ekki? Já, hann bara fer að gefa okkur varma þegar að viðvörunarofan tengir aftur. Þetta var spennan yfir hann á 3 og 5 volt, nei, alveg full spenna þegar að viðvörunarofan tengdur. Þegar að ljóstíðan D3 lýsir, þá 5 volta spennugjafa spennan bara öll yfir R1. Já, það því að hún í 5 volt hér og niður í mínus hér. Íðan í spennu upp í gegnum transistorinn. D3. Já, D3, þegar hún lýsir, sko, þegar 0 hérna, þá 1 hér og 0 hér, þannig að transistorinn í leiðinni og þá nær D3 náttúrulega að lýsa þaðan, hún bara í leiðinni þegar það var að spyrja, sko, þegar D3 lýsir, hvaða spenna þá yfir R1? Það var spurningin, sko. Það bara öll spenningin að spenna. Jú, þetta alveg rétt skilið hjá ykkur með það. Næsta mál. Hvern myndi að lýsa sér í virkni rásarinnar ef að díóð D1 væri öfugtengd á myndinni, mynd 1, að þá myndi ekki vera nein töf á bilun, hins vegar myndi vera töf við það að grænuljósi kæmi aftur. Já, ef að díóðan væri öfug. Það bara ef D1 væri öfugt, svona sko, þá kæmi við framhjá með hleðslustraum þéttisins, þá færi hann framhjá R2. Já, engin tímatöf á því, örlítið í gegnum 2,2 kilo, það bara ekkert sem við tökum eftir,
en hins vegar þegar að þéttirinn þyrfti að afhlaðast þá færi það ekki gegnum díóðan, það myndi stoppa þar, það myndi fara hægt og rólega gegnum R2, þannig að það myndi þurfa að bíða eftir því að græna ljóstíðan kæmi aftur, skiljið. Já. Ok, þetta höfum við kannski prófað, einhverjir. Já, næsta spurning. Hér. Já. Hvaða áhrif hefur það á virkni rásarinnar á hana ef annar inngangur ICB væri tengdur í mínuspól? Sko, ef annar inngangur ICB er í mínus, það myndi ekki tengt hérna saman, heldur að þessi hérna er tengdur í mínus, það myndi hafa þær afleiðingar, eins og við munið með sannleikatöfluna, að hérna, ef það er einhvers staðar lágt gildi á NAND hliði, þá er pottþétt hár út, þannig að þetta hlið væri fast í háum, myndi ekki breytast, væri alveg óvirkt, bara væri stöðugt hár og grænljósi kemi aldrei sem sagt. Tökum önnur dæmi, ef að til dæmis þetta væri ótengt, hvað myndi þá gerast? Það væri bara ótengt hérna á milli og hérna inngangur væri bara fljótandi, svona laus út í loftið. Hvað myndi þá vera? Það væri ekki hátt út, það væri einhvers neginn svona fljótandi spenna út, það gæti verið kannski svona hálft gildi, kannski svona 2,5 volt. Það gæti verið 2,5 volt, hugsanlega. Það er bara hvorki hátt né lágt gildi, bara eitthvað rugl. En myndi þér bíl lýsa þá? Það er spurning sko. Jú, það getur verið eitthvað dauft. Jú, við höfum lent í